Lesturinn, við köllum þetta svona bæði, þetta einlega rithöfundalest innan Sviga sem fer Austurland ár hvert, gamalt fyrirbæri. Það að gera bara að koma hérna og fylla í sætin í salnum og svona, meðan ég hef þessi fororð uppi. Það ennþá einhverjir bílar að koma svona í hlað. En við erum semst með þennan viðburð í streymi líka og höfum verið með því formi síðustu ár. Og þannig að þetta svona lifir líka áfram fyrir þá sem að vilja hlusta á höfundana og hafa ekki komist til okkar í dag. En það nú að vera ágætlega þétt hér í slástofunni hér á Klaustri. Og höfundar, já, það nóg pláss hérna á fremstu sætunum fyrir höfundana. En þetta fyrirbæri rithöfundalestin, eins og ég segi, þetta orðið 30 ára gamalt. Og við erum svona búin að halda utan þetta sjást í 20 ár hérna hjá Gunnarsstofnun. En það eru í samstarfi við Vopnfirðinga og síðan Múlaþing í þessu núna með okkur og það Skaftfell á Seyðisfirði og Menningarstofa Fjarðabyggðar. Við höfum notið alltaf stuðnings upp Ingasjós Austurlands og þetta væri erfitt ef ekki nýtti þann stuðnings og svo Alcoa Fjarðaál hefur líka stutt okkur dyggilega í mörg ár og fleiri fyrirtæki. Bæði hér fyrir austan og víðar. Þannig að enda þetta töluvert ferðalag sem að höfundar eru settir á. Það byrjað á fimmtudegi og svo þetta endað hér á sunnudegi. Svo þetta töluvert. Þannig að þetta eru þreyttir höfundar hérna sem að þau eru að fá í dag. Búin að fara hér víða sveitir. Og við bættum að segja við einu stað þetta árið og var lesið á Breiðdalsvík líka. Þannig að þetta sjötti svona staðurinn, sjötta upplestra samkoma sem við erum með í þessu í ár. En við ætlum af því að þetta í streymi og svona og líka og síðan bara kannski ágætt að klára þetta og fara svo niður í kaffi og ná að tala við höfundara þar þegar menn eru búin að versla bækur hér og fá áritaðar að þá ætlum við að reyna að keyra þetta bara áfram svona í einum rykk en ekki hafa neina pásu núna á milli. Og þar leiðandi ætla ég við erum sem sagt með það eru fleiri höfundar hér í dag heldur en hafa verið á hinum stöðunum. Því að við reynum alltaf á þessum síðasta viðburði sem við erum með í streymi að tosa inn alla þá höfundar sem við vitum af eða þá útgáfu hér fyrir austan sem við vitum af. Og svo heyrir maður alltaf eftir á, já, þið glemdu alveg minni bók og það vissi bara enginn af henni. En þannig að það bætast örugglega einhverjar við það sem við erum með hér í dag. En það alveg góður slatti sem við höfum hér í dag til að fara yfir og ég mun svona grípa kannski einhverjar bækur hérna á milli þar sem höfunda vantar en við ætlum að byrja svona kannski á þessum höfundum að fá höfundana sem að voru nú svona formulega í lestinni og eru búin að vera á þessum teitingi til þess að klára sitt hérna. Og Nína Ólafsdóttir, hún líffræðimenntuð haldverk áður en hlaut nýræktarstyrk Miðstöðvar íslenskra bókmennta árið 2022 fyrir handritabók sem að nú komin í band og komin út og farin að fá lofsamlega dóma. Og hún svolítið kannski af þessum frá stóru forlögunum allavega sem að koma sem svona nýja spennandi stjarnan og við veðjum á hana leið og við heyrðum af henni og það var meira sér áður en ég heyrði síðan hún náttúrulega bara svona þannig að við eigum alveg eitthvað í henni. En þú sem ert á jörðu skáldsaga sem að gerist svona í framtíð þar sem að miklar umhverfis- og samfélagsbreytingar hafa orðið á norðurhveli jarðar og víðar og hún svona, gagnrýnendur hafa verið að tala hún minni á svona, tali aðeins við aðvendu Gunnars Gunnarssonar. Og það kemur svona kannski ljós í því sem að hún les fyrir okkur, ég veit það ekki. En Nína, gjörðu svo vel. Já, ég þarf svo sem kannski ekki að segja mikið, þetta bara kom flest fram þarna. Ég hugsi, ég vindi mig bara í lesturinn. Nema bara, það sérst, þau eru án allra nútíma þæginda, konan og hundurinn. Og við sjáum fljótt að eitthvað mikið hefur átt sér stað þegar við byrjum lesturinn og þetta svona upphaf að eiginlega bara ævintýralegu ferðalagi þessara félaga þar sem við leiðum okkur í gegnum stóran hluta jarðar. En við hefjum þessa ferðan í heimskautalandi
og þau eru á ferðalagi yfir hafið sem brotnar upp og þau rekur frá landi út á rúmsjó. Og kaflinn sem ég ætla að lesa, þau eru sérst nýbúin að lenda í þeim hremmingum að fleikutum þeirra hafa bjargast. Þau voru afar lengi að ná í sig varma. Það kom ekki til greina að nota það litla sem eftir var af dýrmætu eldsneytinu. Þegar hún loksins hætti að skjálfa, sofnaði hún órólegum svefni en vaknaði með hroll og slíkan kvíðboga að hún var nærri því að kasta móti notið þess að fágæta friðar. Hún sá aðeins rústir lífsins eftir enn aðra árásina. Atburður gærdagsins eflaust náðar höggið. Hver atburður hjóð þeim nær og nú að vonarleysnir sem hún raðaði niður í kjöl kajaksins höfðu sömuleiðis skólast út í hafið. Þar munaði mest selkjötið, þessa örfáu bita. Nú var ekkert eftir nema þurrfyrst tægjur í vasa. Anna gleit á bátinn og tjaldið, það eina sem hún átti, og vissi ekki hvort. Hún vissi ekki hvort var betra, hægfara sultur eða skyndileg drukknun. Kannski var best að ganga plank og dró tjaldið að nýrri miðju flekans. Ísinn vaggaði við hreyfingar hennar, umbrotin höfðu minnkað ummálið til muna, svo hún fór sér hægt og settist svo niður í tjaldopið, dæsti og horfði út á sjóndeildarhring. Stöku ísjakar flutu hjá og fjarlægðust hver annan, eins og stjörnur í vaxandi heimi. Líkt og þau hefðu fjarlægst hvert annað forðum, þegar þau héldu sífellt lengra frá byggðinni í leit að bráð og björg, og með tímanum var alltaf þyngra að fara tilbaka, og til hvers. Þá var pabbi líka farinn og allt sem hún þekkti var týnt og tröllum gefið. Veiðin brást og þorpið svaf, aðeins fáar hungraðu vofur þrjóskuðust við eða áttu engránar og kostar völ. Húttu saman í húsi og nostruðu við týruna á lampanum. Biðu eftir bátnum sem aldrei kom og eldurinn brann út á lokum. Hungrið stýrði ferðinni, rauf tengslin, gerði manni kleift að kveðja og skilja við. Ljósið í myrkrinu var að þau voru saman, hún og Enúk. Hverja kalda nótt nautust þau og drukku í sig varma hvors annars. Þau héltu norðar á bóginn og þrátt fyrir allt sem á undan var gengið, trúði hún að þau myndu hafa þetta af. Stundum var hlátur og hlýja eftir velheppnaða veiði og þá vöknuðu draumar líf sem héldi áfram, sem yrði eitthvað meira, litlar hendur sem tækju við. Svona var það fyrst sinn, en veturinn sem fylgdi þyngdist róðurinn til muna. Sama ördauða og þau flúðu fór að síkja firðina. Þau færðu sig set og reyndu annars staðar en það var ekkert að fá. Selirnir virtust horfnir með öllu. Undir lokin hímdu þau í litlum veiðikofa og útnóra veraldar með nokkra hunda. Þau sögðu orðið fátt, það hafði kólnað á milli þeirra. Hann fór af stað morguninn, vildi kanna veiðilendur í öðrum firði. Hann fór einn og tók með sér hundana, skildi hana eftir í kofanum. Hann sagði að hann yrði ekki lengi í burtu. Fyrstu árum var hún þjökuð af eftirsjá, kenndi sér hvernig allt fór. Endurlifði tímabilin þar sem þau brugðust hvort öðru eða gátu ekki gert betur. En nú voru þessar minningar fyndar að mestu. Núna hugsaði hún bara lyngið sem birtist undan snjónum og ilminn af gróðrinum þegar farfuglarnir sneru heim. Sólina í hári hans, hönd hans í hennar. Hundurinn lá við hlið hennar og hraut. Hún lagði yfir hann arminn og horfði á hann sofa. Allir sem hún elskaði voru horfnir. Kannski var það þess vegna sem hún tók slíku ástfóstri við þetta dýr. Hún skammaði sín fyrir að hafa íhugað að yfirgefa hann og þegar hún vaknaði á sínu vanalega sundi milli minninga og drauma var alltaf léttir að sjá að hundurinn var ennþá hjá henni. Hún skreið út úr tjaldinu, lagðist niður á ísinn og lá langa stund. Mistur lá yfir og dempaði öll hljóð, en þegar hún nam gljáruð í árunum reis hún upp í dogg. Þarna úti mótaði fyrir manni á kajak. Þetta huldi höfuðið. Hann lét staða numið áður en hún gat borið kennsl á hann, en hún vissi hver var þarna, þó hann gæti ekki verið af holdi og blóði. Hún var samt fegin að sjá hann, ímyndaði sér að hann héldi verndarhendi yfir henni. Kannski vildi hann segja henni að nú var ekki langt eftir,
að bráðum yrðu þau saman að eilífu. Þau sátu þarna lengi og horfðu hvort á annað yfir móðuna sem skilur á milli lífs og dauða. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Nína. Ég verði bara að komast yfir bókina til þess að halda áfram með þetta. Þetta er virkilega góð bók, get ég sagt. Og lesa hana. En þá skulum við halda í einn austfirskan höfund. Það er að segja, Ásgeir Hvítaskáld er nú afkastamikill rithöfundur og leikskáld og sjálfstæður kvikmyndagerðarmaður sem hefur búið hérna fyrir austan í 1-2 áratugi, eða hvað er þetta orðið langt eiginlega? En hann hefur náttúrulega gefið út bæði barnabækur og skáldsögur í áratugi eiginlega undir merkjum Frjáls orðs, ljóðabækur hafa nú eitthvað komið líka. En undanfarið þá erum við að skrifa hérna svona sögulega skáldsögur sem að sækja efni við í austfirska atburði og fyrir 3 árum að þá kom út morðið í Naphorni sem að sagði frá aðdraganda síðustu aftökunnar sem var hér á Austurlandi 1786. Það eru svo sem ekki síður voveiflegir atburðir sem að Ásgeir er með til umfjöllunar í bók sinni núna, sem að tengjast Höllusteini og blóðbrekkum í Norðfirði. Og það er í bókinni Saklaust blóð í snjó. Ásgeir, gjörðu svo vel. Góða sælblessun. Ég ætla að lesa fyrir ykkur í dag bara einn kafla. Það var óskað eftir því. Sem er cirka 8 mínútur. En ég ætla að lesa næst síðasta kaflan í bókinni sem er dramatíski hápunkturinn. Bríet Héðinsdóttir, hún sagði maður ætti alltaf bara að hafa eitt ris. Og þetta er semst uppgjörið sem ég ætla að lesa fyrir ykkur núna. Og að því að það þekkja flestallir hérna þessa sögu Höllu, blóðbrekkur og Höllusteinn. Halla sem sagt var ástfangin af prestssyninum. Presturinn var gjörsamlega á móti því og gerði allt til þess að eyðileggja og rúmlega það. Hún var ólétt á Reyðarfirði og reikin og vistinni og skipað að fara yfir á Norðfjörð og fæða barnið í sínum heimahreppi. Hún fór yfir Oddsskarðið miðanótt og hún fæddi barnið, hún leitaði skjóls undir steini og vaknaði aldrei aftur. Það er sagan. Hér kemur sem sagt uppgjörið. Kafli sem heitir Jarðarförin. Útförinni seinkaði töluvert, því séra Örnólfur þarf að ná sér eftir veikindin eins og það var kallað. En allir í sveitinni vita að pungsárin eru að gróa. Því allir hafa heyrt slúðurfréttina að prestur hafi nauðgað Höllu. Sumir trúa því, sumir ekki og aðrir eru í vafa. En skemmtilegra finnst fólki slúðursagan geldinguna sem barst alla leið niður á Suðurfirði. Mikið er pískrað en fólk veit að slúðursögur eru ekki alltaf áreiðanlegar. Sunnudaginn 5. mars 1700 fólk ber að langar leiðir. Heimilisfólk kemur frá Hólmum, Högnastöðum og Skuggahlíð, einnig frá Innsveit Norðfjarðar og frá Kotbæi við Seldal. Allir þeir sem bjuggu á Hofi koma. Fólk kemur einnig frá Eskifirði og Eiðum. Kistan stendur opin með altarið með náfölu líki Höllu. Hún og barnið glansa eins og þau væru vaxborin og virka ósnertanleg. Kistan er skreytt með þurrkuðum blómum. Þegar fólk kemur inn, gengur það hring kistuna, signir sig og leggur gjafir í fátæklega trékistuna. Fólk er með nýprjónuð barnaföt, ullarvettlinga, sjöl og útskorin leikföng. Hægt og rólega fyllist kirkjan af bændum og búaliði sem eru í sínu fínasta pússi. Það myndast mikið skvaldur og móða kemur á rúðurnar, gengur inn slær þögn á hópinn. Hann er í fullum prestskrúða en gengur við staf og rislár. Allir verða alvarlegir og andrúmsloftið verður spennuð þrungið. Járngerður horfir á prestinn með fyrirlitningu, einnig Jörundur.
Guðrúður Gísladóttir stígur orgelið. 2 nótur eru kraftlausar en hún lætur það ekki á sig fá. Sungin sálmur og allir taka undir. Ekki eru til sálmabækur fyrir alla svo fólk deilir bók. Notuð sálmabók Guðbrands og eru síðurnar gular og slitnar. Fólk handfjallar sálmabækurnar eins og gull. Við tónana fá margir tár í augun. Fólki brugðið því enginn hefur upplifað að þurfa að jarða svo unga barnshafandi stúlku. Prestfrúin situr á fremsta bekk og miður sín. Presturinn fer með faðirvorið og allir taka undir. Það komið að minningarorðunum. Þegar komið að minningarorðunum staulast hann upp í predikunarstólinn og tekur til máls. Röddin óstyrk. Já, hverjum manni útförin hið síðasta. En útförin áminning til okkar sem eftir lifum að ástunda kærleika og gott kristilegt líferni í lifanda lífi. Þegar dauðinn sækir okkur heim það of seint að reyna að snúa við syndum lífs okkar. Fólk hlustar með athygli. Sumir fyllast innri ró og tiltrú til prestsins. Séra Örnólfur ræskir sig til að fá meiri kraft í röddina. Hann að komast yfir skrekkin við að mæta söfnuðinum augliti til auglitis eftir allt það sem á hefur gengið. Þessa stund má líta á sem sálusorg og verkfæri til þess að snúa sorginni í átt til vonarinnar. Tár velkomin á þessum stað og þessum stundu. Sofi hún hér í friði, móðurinn sem vildi passa upp á lífið sem aldrei fékk að blómstra. Við þessi orð bresta nokkur í grát. Þorsteinn situr fyrir miðri kirkju eins og einn og samanbitinn. Þorsteinn kærastinn. Móðir hans snöktir á fremsta bekk og sífellt að gá til hans. Kirkjugestir harmi slegnir og sorgin grúfir yfir. Hún hafði fengið gott uppeldi, var séleg og sögð af góðu kyni. En holdið veikt og slík holdspillingin orðin að ungt fólk óhlýðnast og eignast óskilgetin börn á móti allri kristinni siðmenningu. Predikar presturinn sem átti aðeins að segja minningarorð. Við þessi orð ókyrrist söfnuðurinn. Þessi unga stúlka sem var nánast barn sjálf eignaðist annað barn óskilgetið undir köldum steinið að nóttu. Hordómurinn var stigmagnaðist í gleðinni og þess vegna vildi enginn hjálpa henni. Messar prestur sem hefur öðlast meiri styrk og komin í predikunarham. Kirkjugestir ósáttir við þessi orð og kliður fer kirkjuna. Og ekki varst þú til að hjálpa henni, kallaði Jörundur. Kirkjugestir verða órólegir. Aldrei hefur neinn andmælt presti í miðri messu. Séra Örnólfur verður strangur og svipinn og heldur ótrauður áfram. Hver hefði trúað því að þessi unga stúlka hafi haft slíkan spillingarmátt að hún gæti lokka til sín ungan og saklausan? Þá rís Þorsteinn úr sæti sínu með frosið andlit. Prestur staðnar í miðri setningu og allir standa á öndinni. Þorsteinn fikrar sig út á mitt kirkjugólfið og kallar: Þú skrifaðir í kirkjubókina að hún hafi ekki haft neitt kristilegt innrætti, verið bæði löt og lygin. Þú skrifaðir að Halla væri lauslát skjáta sem stundaði sörlifnað. Fólki bregður og það ríkir grafa þögn. Þögn sem enginn vill rjúfa. Allir horfa á prestinn. Andlit messugesta steinrunnin. Allir vita að það sem skrifað í kirkjubókina er hafið yfir alla gagnrýni. Þorsteinn snýr sér frá og gengur út kirkjugólfið. Það smellur í gólfinu undan skóm hans. Þorsteinn, kallar Nóra og rís upp. En Þorsteinn svarar engu og óðara horfinn út. Allir einblína á prestinn. Þá rís Hallfríður upp og bendir á séra Örnólf. Og það þú sem faðir barnsins. Mikill gassagangur kviknar
með hávaða og umstangi. Mannsöfnuðurinn verður andsnúinn messuhöldunum, fleiri rísa á sætum og púa á prestinn. Einar bóndi og hans vinnumaður standa upp og steita hnefa. Prestinn með brugðið og bendir Guðríði á að fara að spila, en hún hefur mist alla einbeitinguna og er í algeru geðshræringu svo allt verður rammfalskt sem hún spilar. Uppreisnar andi er í kirkjugestum og ein konan skyrpir í átt til prestsins. Þegar presturinn ætlar að taka aftur til máls, tekur Jörundur sálmabók og kastar að öllu afli og hittir prestinn beint í höfuðið svo blaðsíðurnar tvistrast út allt. Megi andskotin éta þig, kallar Jörundur. Presturinn veltur koll og hrasa niður úr predikunarstólnum niður á gólfið og endar við hlið kistunar. Slík er byltan að hann nær ekki að rísa aftur hjálparlaust. Messan er farin úrskeiðis og fólk tekur að yfirgefa kirkjuna. Dólgur, kallar Járngerður á leið út úr kirkjunni. Skítmenni, kallar önnur kona. Guðríður Gísladóttir hleypur út á sínum klofstuttu skrefum og hendurnar sveiflast í örum takti. Brátt hafa allir yfirgefið kirkjuna nema prestshjónin. Það verður undarleg þögn. Æ, hjálpaðu mér, ég get ekki staðið upp, segir séra Örnólfur og reynir að brölta á fætur með stafnum. Nóra gengur til hans og horfir niður á hann. Ég er máttlaus í öðrum fætinu, það hefur eitthvað komið fyrir mig, sagði hann og annar fóturinn virkaði ekki. Viltu ekki bara hvíla við hlið Höllu, segir Ingiborg Nóra kaldhæðnislega. Nei, þú verður að hjálpa mér. Er það, segir Nóra og gengur út kirkjugólfið. Ekki skilja mig eftir, jarmar hann. Þér verður aldrei fyrirgefið, segir Ingibjörg Nóra og skellir kirkjuhurðina á eftir sér. Honum verður litið á líkið og verður hvert við þegar hann sér að Halla hefur opnað augun. Takk fyrir Ásgeir. Þetta er sterk saga, góð bók líka, ég er búinn að lesa hana. Og þá fyrir við vendum okkur kvæðið aðeins í kross og ætlum við að fá hér innanhúsmanneski til þess að koma næst. Það er að segja Ásu Þorsteinsdóttur. Með hún verið að leiðsegja fólki hér í húsinu hjá okkur nokkur sumur. En hún er hér náttúrulega af héraðinu og er síðan að styttist í að hún verði fullgildur grunnskólakennari. Hún er að spreita sig á því að kenna núna fyrir sunnan, stórum bekkjum. Hún hefur náttúrulega fengist ljóðlist alveg frá unga aldri og sækir enda skáldakinn í báðar ættir, getum við sagt, og hefur svona gefið út í tímaritum og safnritum, meðal annars með öðrum ungum skáldkonum í yrkjum, sem er bók sem við höfum verið að selja hérna líka. En hingað er hún núna komin með sína fyrstu heilu bók og sem er gefin út af félagi Ljóðunanda á Austurlandi og heitir hinu ljóðræna nafni Hjartað varð eftir. Ása. Já, komið sæl. Það er gaman að vera komin hérna, skriðklustur. Hér líður mér alltaf vel. Já, bókin heitir Hjartað varð eftir. Ég er sem sagt alin upp á Unási, Hjaltastaðaþinghá og undi mér mjög vel í sveitinni. Ég er mikið sveitabarn og svo þegar ég var 18 ára þá ákvað foreldrar mín að flytja í Egilsstaði gegn vilja mínum og ég hef svolítið verið að yrkja gegn tíðina þessa tilfinningu þegar svona partur af manni verður eftir á einhverjum stað, getur líka orðið eftir hjá einhverjum mannesku eða í tíma í lífiðinni. Það er svona lengi átti bókin að heita Þrá, þetta að vera svona þessa mismundi gerð af þrá, en úr varð að hún heitir Hjartað varð eftir og ég byrja kannski bara að lesa titilljóðið. Hjartað varð eftir.
flæktist í kjarrinu, gleymdist. Liggur líklega á milli þúfna, í lautinni við lækinn. Grafið í sinu túns í órækt. Finnst kannski næsta vor, örlítið upplitað, kalt og veðrað eftir veturinn, en þó, ennþá gott, ennþá sama hjartað. Og hérna framan á bókinni þá eru útlínur af Selfljótinu. Og þarna fljótið svolítið stór persóna í þessari bók. Hvað ætti að vera, hvernig kápan á bókinni ætti að vera? Og hann sagði verður fljótið. Og ég var eitthvað að hissa, var ég búin að segja þér það? Nei, þú ert bara svona fyrirsjáanleg. Hann þekkir mig kannski bara ansi vel. Þannig ég ætla hérna að lesa ljóð sem heitir Fljótið. Vatn allt kring. Það ætti að vera kaldara, en í draumum finnur maður ekki fyrir kulda. Það ætti að vera fuglar hérna. Ef ekki gargandi kría í Árósarham, þá vígalegar álftir á sundi óþægilega nálægt. En í draumum eins og þessum ekkert óþægilegt. Bara blár himinn, stökk eftir stökk á bólakaf í vatnið, ylvolgt í sumarsólinni. Og ég alltaf að synda í Selfljótinu og í öllum tjörnum og ám sem ég finn. En ég ætla að næst að lesa hérna ljóð sem heitir Fiskur. Pabbi sagði, þú ert fiskur, þess vegna ertu fiskur. Mamma sagði, ég held þú sért selur í álugum. Sundkennarinn sagði, þú fjallst á prófinu. Því eins og fiskur drukkna ég í klór, kafna á þurru landi. Ég sækist í vatnið, get aldrei verið fiskur, átti ég aldrei að verða hluti af mannheimum. Eins og fiskur hef ég bara 2 valmöguleika, með straumnum, á móti straumnum, og sama hvora leiðina ég vel, áfangastaðurinn alltaf sá sami. Vatn, vatn, vatn. Og svolítið af sveitungum mínum hérna í salnum og ég ætla að lesa hérna, það voru nokkri krakkar í sveitinni, það voru 18 kílómetrar í næsta bæ, svo krakkar. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem heitir Ragnheiður. Ég hélt ég hefði séð gamla vinkonu, þekkt hana varla. Við erum báðar vofur þeirra sem við vorum, kápuklæddar borgarstúlkur sem mætast á strætisstoppstöð, án þess að heilsa. Ekki lengur börnin sem léku sér í skurðum og á hlöðuþökum. Manstu þegar ég stökk fram af kletti, stökkst þú líka. Manstu þegar strákarnir stríddu þér, lamdi ég þá og við ulluðum framan í kennarann og hlupum í felur. Fyrirgefðu að ég hætti að hringja. Fyrirgefðu að ég týndi númerinu þínu. Fyrirgefðu að ég hjólaði í síðasta skipti til þín á sumardegi. Fyrirgefðu að ég þekkti þig ekki. Fyrirgefðu að ég sneri ekki við, að ég hljóp ekki niður á Hlemm í vonum að sjá þig. Fyrirgefðu. Ef þú stekkur fram á kletti, stekki ég líka. Hér eitt ljóð sem heitir Niðjatal. Ef ég ætti að koma með alþýðu skýringu á orðinu niðjatal, þá væri það niður kynslóðana. Það værum þú og ég og amma og langamma, á sem flæðir niður hlíð, rennur landið og hríslast í ótal litla læki sem hoppa og skoppa og skiptast meira niður í fleiri sprænur sem sumar þjóta áfram en aðrar enda í pollum á milli þúfna.
Svo settust við niður og færðum niðinn í tal. Töldum alla lækina, fossana, tjarnirnar, pollana og dropana og færðum í bók sem gulna og gleymast eins og við. Það eitt ljóð í þessari bók sem ort á Skriðuklaustri. Það oftast nóg að gera í vinnu, ég hafði ekki tíma til að setja yrkja. En einn rólegan sumardag þá satt ég þarna frammi á skrifstofunni Gunnars og misti mig í einhverjum dagdraumum og þetta ljóð það heitir Við. Ég leit upp og sá okkur dansa stofuna, svífandi herbergið í takt við tónlist sem enginn heyrði nema við tvö. Ég leit út og sá okkur hlaupa niður túnið, hlæjandi hönd í hönd, eilíf og áhyggjulaus í sumarnóttinni. Ég leit í kringum mig og sá þig hvergi. Vaknaði og mundi að við verðum aldrei aftur við. Kannski les 2-3 ljóði viðbót. Þetta heitir Gaddavír. Ég reisti girðingu í kringum sjálfa mig, í kringum hjartað og sálina. Rak niður staura úr fúnum rekavið, strengdi ryðgaðan Gaddavír á milli. Vandaði mig svo enginn kæmist inn, svo enginn kæmist of nálægt. En þú lést girðinguna ekki stoppa þig, klifraðir yfir, reifst nýju buxurnar og skarst þig í lófunum. En þú, borgarbarn í sveit í fyrsta sinn, kunnir ekki handtökin, vissir bara þú vildir komast yfir, innfyrir, nær mér, þú lést ekkert stoppa þig. Og allra elsta ljóðið í bókinni, það ort 2016, nokkrum dögum eftir að pabbi sagði mér við værum að flytja frá Unaási og það heitir Heima. Þar sem fuglarnir syngja fyrir fjöllin og flóinn spegilsléttur. Þar sem klettasillur eru til þess að sitja á þeim og lækjarvatn til þess að drekka það. Þar sem maður hleypur berfættur túnin og hlær framan í heiminn. Þar sem allt brauð nýbakað og allur fiskur nýveiddur. Þar sem sólin skín allt sumarið og norðurljósin dansa yfir hvítri jörð á veturnar. Þar sem allt gott, þar á ég heima. Svo enda ég hérna á síðasta ljóðin í bókinni, það heitir Almennsk. Þú varst aldrei almennsk, þú varst aldrei alveg mennsk. Þú varst alltaf hluti af fjallinu, hluti af fljótinu. Þú varst stelpa, en þú varst líka lækurinn sem skoppaði niður hlíðina. Þú varst grasið sem bærðist í vindinum, fuglinn sem steyptist fram að bjarginu. Þú vaktir með sólinni, söngst með fuglunum, dansaðir með norðurljósunum. Þú varst aldrei almennsk. Takk fyrir. Takk fyrir Ása, þér eru fyrirgefnir dagdraumarnir í vinnunni. Virkilega góð ljóðabók, náttúrutengt mjög. Og núna ég að við vendum okkur yfir í svolítið meira í sagnfræðina, þannig að ég að fá gamlan samstarfsmann minn af Degi á Akureyri til þess að koma hérna og segja okkur aðeins frá sinni bók. En Óskar Þór Halldórsson, hann náttúrulega gamalreyndur blaðamaður og bókahöfundur á Akureyri eða náttúrulega Svarfaðardalnum, við kemum náttúrulega ekki annað. Og hann hefur fengist í ýmiss konar skrif og gefið út ævisögur og byggðaritt og finnst alltaf gott þetta heiti sem þau systkinin völdu á forlagið sitt, Svarfdæla Sýsl. Það útgáfufyrirtæki sem þau reka
Og nú hann búinn að vera að vinna síðustu árin að stórri bók þennan dularfulla sjúkdóm sem hann lagðist á landsmenn og sér í lagi Norðlendinga miðja síðustu öld og leitað fanga víða og meðal annars náttúrulega þetta grúskans eins og það hefur eflaust séð í fréttum leitt til þess að það er búið að finna blóðsýni úr sjúklingu sem að talin voru týnd. Þetta bókin Akureyrarveikina. Gjörðu svo vel, Óskar. Já, góðan dag, komið í bless og sæl og takk fyrir að leyfa mér að koma í þessa rithöfundarlest til Austurlandi sem búið að vera óskaplega skemmtileg reynsla. Gaman að hitta allt þetta fólk. Já, ég sem sagt hef dundað mig við það síðustu 2 ár að skrifa þessa bók Akureyrarveikina í hjáverkum. Þetta svona verið mitt hobby eins og sumir fara í golf, þá hef ég skrifað og grúskað. Þetta svona ákveðin baktería sem maður fær og kemst ekki út úr. En sem sagt, það sem að knúði mig af stað í að gera þetta var bara einfallega ég hafi rekist og svona móla hér og þar Akureyrarveikinni gegnum tíðina í mínu grúski, öðru grúski. Og mér fannst skrítið að það var ekki búið að taka saman einhverja sögu þetta. En þannig að einn góðan veðurdag lét ég bara slag standa og byrjaði nákvæmlega 7. maí 2023 og gerði þetta svona eins og ég segi hjáverkum og útkoman sem sagt þessi bók. Mér fannst bara þurft að segja þessa sögu fyrir landið allt, þurft að segja þessa sögu fyrir Akureyri vegna þess að þetta mjög merkileg að mínum mati afskaplega merkileg saga. Og hún hefur legið satt best að segja þagnargildi í öll þessi ár. Af líklega þeim ástæðum helstum það vildi ekki tala þetta, tíðarandinn var annar og fólk sem að leið sálarkvalir gat ekki komist í gegnum sínum vinnudag á þess að hvíla sig, þá á það fólk var litið sem aumingja. Svo maður talið hreint út og þess vegna ákvað fólk að tók þann beit og jaxlinn og hélt áfram. Þar til núna að þetta svona kannski opinberun á þessari þöggun sem var sjúkdóm alla tíð. En sem sagt þetta var sjúkdómur sem að var braust út sem faraldur í Eyjafirði, Akureyri og í Eyjafirði haustið 1948 var 48 til 9, svona cirka about 6 mánuði. Síðan virðist hann hafa fjarað út, myndaðist ónæmi á Akureyri til dæmis. En þetta fór miklu víðar, þetta fór út austur yfir Vaðlaheiði, þetta fór vestur í Skagafjörð, Húnaþing, þetta barst vestur á Firði og þetta barst að sjálfsögðu til Reykjavíkur. Þar var hins vegar ekkert þetta talað á þeim tíma. Þar tókunum var slík. Akureyri gerði með það til þess að fyrirbyggja að yrði svona ákveðin hystería sem að greipi sig á höfuðborgarsvæðinu. Vegna þess að auðvitað fylgdist fólk með á höfuðborgarsvæðinu hvað var að gerast á Akureyri gegnum Ríkisútvarpið þess tíma og landsmálablöðin. En þá ákváðu læknar með fulltingi landlæknis að tala ekki þetta og þeir satt best að segja fölsuðu gögn. Þeir skráðu veikindatilfelli sem komu upp á höfuðborgarsvæðinu ekki sem mænuveiki eins og annars staðar var gert, heldur sem vírusveiki. Það vissi enginn hvað vírusveiki var, það hafði aldrei verið talað það, hvað vírusveiki. En auðvitað þetta var skráð sem mænuveiki hjá læknum alla tíð í þessum faraldri vegna þess að menn þekktu mænuveiki í gegnum tíðina á Íslandi. Alveg frá aldamótum voru faraldrar mænuveiki en síðan kemur þessi faraldur haustið 48 á Akureyri og einkennin voru margt mjög lík mænuveiki. En síðan fyrir að líða faraldurinn og útbreiðslan var ofboðslega mikil á Akureyri. Það var á nokkrum vikum 400 tilfelli og þetta var miklu meira heldur en læknir hefur nokkuð tíma séð í mænuveiki. Og þá fóru nú að renna ýmsar grímur á lækna og eitt og annað í viðbót
greindi þennan sjúkdóm mjög greinilega frá mænuveiki og það var til dæmis það að miklu fleiri konur sem veiktust. Og læknar horfðu í baksýnisspegilinn síðar og veltu vöngum akkur veiktu svo margar konur. Þeir vissu það svo sem ekki, en konurnar fóru miklu verð út úr þessari veiki heldur en karlmenn. Það var sennilega vegna þess að mati lækna seinna meir og konurnar hlýðu sér ekki. Þær héldu áfram að djöflast í heimilistörunum og síðan fengu það svo rækilega í bakið að þær voru kannski rúmliggjandi þegar þær loksins gáfu sig mánuðum saman. Það lengsta sem ég hef heyrt sjúkling hafa legið í rúminu eftir þessa veiki 3 ár. Samfellt í rúminu. Og skrýt þegar svona skuli hafi verið þakkað niður. En svona var tíðarandinn. Og þegar ég fer á stað og afla heimilda, því þessi bók byggir á rituðum heimildum og hún byggir á ítalegum viðtölum við fjölda fólks. Ég fór í gamla blaðamennskugýrin eins og Skúli Björn minntist á, við gamli kollegar í blaðamennskunni. Ég notaði reynslu mín á blaðamennskunni og talaði við fjölda fólks allt land sem hafði tengingar við þessa veiki eða hafði veikst að þessari veiki. Ég búinn að ná í fjölda fólks og skrái það í þessari bók sem styrkir frásögnuna gríðarlega og ekki nokkur maður sagði nei. Allir vildu segja sína sögu sem sagði mér óskaplega mikið hvað var þarft að gera þetta. Og þegar ég fer á stað með þessa vinnu, þá var ég að hugsa Akureyrarveikina fyrst og fremst. Ég vissi og hafði heyrt tenginga við COVID-19, en að hún væri svona sterk eins og hefur komið á daginn, það vissi ég ekki. Og ég eiginlega breytt kúrs að sömu leyti í miðri á og loka hluti bókarinnar fjallar þessi tengsl við COVID-19 og MS-sjúkdóminn sem herjar á Íslendinga. Og eins og bara heimsbyggðina alla, það talið að 3.000 til 5.000 manns á Íslandi sé að þjást af MS-sjúkdóminn. Þetta engin smá fjöldi, þetta eins og einn orðaði mínu eyru, þetta vonlausasti þrýstihópur í Íslandi. Því hann getur ekki nota krafta sína, hann hefur enga krafta til þess að berjast fyrir sínum málstað. Þetta hinn þögli hópur á Íslandi sem getur þess að þjáist, en það ekki mikið tekið eftir. Og sem betur fer, þá hefur þessi bók síðan komið út, hún mánaðamótin ágúst-september, ég finn það. Hún hefur vakið umræðu og hún að hjálpa svolítið þessu fólki. Og ég afskaplega glaður með það. Það til einhvers barist að koma þessari sögu á prent. Og það auðvitað mikill bónus að þessi sýni sem að Skúli Björn minntist á, sem að kom í leitina við mína eftirgreinslan varðandi ritun þessara bókar, að þau verða rannsóknuð. Og það liggur fyrir ákvörðun það. Og sennilega, ég vil ekki stöðum erlendis. Því að vísindamenn erlendis frá hafa sýnt því mikinn áhuga að koma að þessari vinnu, því að það getur ekki bara verið mikilvægt að svara þessari spurningu eftir öll þessi ár. Hvað að sjúkdómurinn var Akureyrarveikin, þetta var líklega einhver vírussýking, en það veit það enginn. Það væri eitt og líka það tengið þá við þessar rannsóknir á heimsvísu varðandi MS-sjúkdóminn og long COVID, eða langvarandi afleiðingar COVID-19. Ég ætla í lokin að grípa niður í bókina og segja ykkur stutta frásögn Bergþóru Einarsdóttur sem dóttir hjóna sem veiktust af Akureyrarveikinni og Akureyri 1948. Móðir hennar hét Guðrún Kristjánsdóttir, faðir hennar Einar Kristjánsson. Hann var, eða þau hjónin, flytja úr Þistilfirði til Akureyrar og hann gerist húsvörður í barnaskóla Akureyrar og þau bjuggu í skólanum. Þar komu veikindin mjög hastarlega upp í skólanum og þau fóru ekki varhluta því, þau veiktust, sérstaklega fór hún illa út úr þessum Guðrún. Bergþóra býr í Hafnarfirði og ég var í sambandi við hana í aðdraganda þessara bókar og hún rifjaði upp, hún var lítil stúlka þegar þetta gerist og hún rifjaði upp sterkar minningar. Ég ætla að lifa í nokkrir dagar. Við erum í eldhúsinu
Allt í einu hellist yfir hana vanlíðan, hún brestur í grát. Pabbi heldur utan um hana og styður hann í rúmið og aftur hún rúmföst, lengi, lengi. Það eins og einhver deyfð sé yfir heimilinu þessa mánuði. Einhver drungi hvílir yfir öllu. Það lítil gleði. Ég skynjaði þetta andrúmsloft vel. Sem barn hef ég ekki áttað mig á hversu langur þessi tími var, en í minningunni hann samt einhvern veginn svo langur. Mér líður ekki illa þótt mamma sé rúmliggjandi og pabbi liggi stundum fyrir og líði ekki vel. Ég hef ekki skilið þvílík alvara var á ferðum og þau hafa gætt þess að vekja ekki ótta hjá okkur systkinunum. Þegar ég hugsa tilbaka, sé ég hversu hræðilega erfitt þetta tímabil hefur verið fyrir foreldra mína. Það var ekki mikið talað þessi veikind á heimilinu. Vart á þau minnst innan fjölskyldunar. Ef Akureyrarveikinnar var getið í samtölum við utanaðkomandi, kom fram hjá mömmu að hún hefði fengið veikina og það var alltaf sérstakur blær. Sagði að sér hefði liðið afar illa allan þennan tíma. Verið sárþjáð með hita og endalausu verki sem hefðu leitt niður í annan fótinn og fundist sem verið væri að rífa hann af henni. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Óskar. Þetta mikil saga. Þá skulum við aðeins hoppa aftur hérna yfir í Ásöfnar. Það að segja, Ása Hlín Benediktsdóttir, hún kemur nú af höfuðborgarsvæðinu en nú svona næstum því rótfesti sig hérna aðeins á héraðinu, allavega hennar skamma stund. Hún hefur alltaf haft gaman af því að skrifa og með nokkra bækur í smíðum, heyrist mér. En hún var sem sagt hérna í námi í skapandi sjálfbærni á Hallormsstað síðasta vetur og heillaðist þá auðvitað á skóginum og öllum sagnaarfi svæðisins hér. Þannig að það fæddist bók sem heitir Hallormsstaðaskógur, söguljóð fyrir börn. Og hún málaði sjálf myndir sem skrifa bókina, en svo náttúrulega hafa kannski einhver ykkar orðið þess aðnjótandi að heyra tónlistarmanninn Charles Ross flytja tónverki á sínu tíma, en það líka hægt nefnilega að nálgast það og hlusta á það bara á netinu meðan maður les bókina. Þannig að Ása Hlín, gjörðu svo vel. Takk hérlega fyrir að bjóða mér. Mér hef alltaf fundist þetta svo ótrúlega fallegt hús og gaman að vera komin aftur eftir að hafa verið í skólanum síðasta vetur. Þetta óbúslega langþráður draumur að rætast að fá útgáfusamning á þessa bók og ég bara svo þakklátt ánægð með þetta. Ég málaði myndirnar sjálf í skólanum úr bleki unnu úr efnivið úr skóginum. Þetta allt svona heimagert blek og handmálaði vatnslitamyndir og ég fekk síðan Charles Ross til samstarfs við mig og hann vann tónverkið fyrir bókina og það það bil jafn langt og það tekur að lesa bókina í gegn. Og það svona QR-kóði inn í henni, þannig að þetta skanna og hlusta á. Ég hef alltaf verið óbúslega hrifin af fornsögum og svona því eldri sem bókmyndirnar eru því betri, finnst mér, og þannig að ég vísa mikið í Eddu, kvæði og svona þann arf í bókinni. Það fjallað Góin og Móin, grafvetnissinina og Níðhögg og Fáfni, Ógni og Svofni og svona, ég vísa mikið í þennan arf, svona svolítið rómantík eiginlega og hvað heitir það á íslensku mýþólíkja? Norræn goðafræði. Ég að hugsa að grípa inn í bókina þar sem að dísirnar í djúpinu að syngja upp úr djúpinu, raunverulega ormana og drekana og ormur náttúrulega dreki og við förum svolítið djúpt ofan í Lagafljót og ofan í bara svona djúpið líka innra með manni sjálfum og
Fljót eru óbærslega oft metafóra svona fyrir lífsins tré og fyrir vetrarbrautina og það svona allt í bókinni fer svolítið hring eftir hring og býtir svo í skottið á sér í lokin. Þannig að þetta svolítið svona eilífðin sem endurspeglast í skóginum. Og ég ætla aðeins að lesa hérna svolítið sem ég finnst svona endurspegla þessa hugmynd. Drekarnir í djúpinu dvelja með dísunum djúpt milli eyjanna, hafmeyjanna, eyjanna grænu og bláu. Þær syngja nið aldana, handhafa valdana, styrjaldana, græðgina grænu og gráu, græðgina grænu og bláu. Þær syngjum skóginn, syngjum óðinn og ljóðinn, blóminn og fljóðinn, fjörurnar fljótin og flóðinn, öldu og báru, mána og rán, grafvitni synina góin og móin, blóminn og dómana, kveða upp rómana, óma í djúpinu bláa og gráa. Þær syngjum álfana, ormana drekana, ópni og svefni, góin og móin, grafvitni syni, sem dveljast með börnunum, stjörnunum höfunum, skógunum liljunum, lindunum hindunum, hjörtunum grösunum, sveppunum körtunum, laukunum gaukunum, lynginu lautunum, himinskautunum, vetrarbrautunum, brautunum bláu og gráu, brautunum svörtu og bláu. Þær syngjum skóga sem sukku í sæjum og tilheyra ægi. Þeir urðu að þangi, þar ormurinn langi, sokna salina, kóralina, sig hringar í græðginni grænu, græðginni gráu og grænu. Þær syngjum konunga mannana, drottningar skógana, ægi í sænum og kára í blænum, bláum og grænum, grafvitni synina góin og móin, grábak og grafvöll, ópni og svefni, níðhögg og fáfni, dreka í fljótinu bláa, völsunga víkinga, marbendla hafmeyjar, sökkvandi hallir og horfnar eyjar, syngja á sundinu bláa og gráa. Takk fyrir það, Ásólín. Það örugglega líka stórkostlegt að lesa þetta og vera með tónverkið hans Tjáls í eyrunum í leiðinni. En hún líka fagurlega myndskreytt þessi bók. Þannig að það gaman að því. Gaman að þetta sé sprotti hér á svæðinu og svo reyndar fékk hún svo austfyrst Héraðsforlagið bókstaf til þess að gefa þetta út. Og þau eru reyndar með fleiri bækur sem að þau fá að segja frá og eftir í lokin, þau feðgin Sigla Lára og Sigurjón. En já, ætlum við förum ekki bara næst svona, við erum komin hérna yfir í söguljóð fyrir börn, þannig að ætlum við förum ekki aðeins að horfa til barnabókana en frekar. Gunnar Helgason, hann náttúrulega kunnur gleðigjafi og fáir rithöfundar jafnduglegir að skrifa bækur fyrir börn og ungmenni eins og hann. Hann svona af höfuðborgarsvæðinu en við getum nú alveg sagt að við eigum dáldartaugar í honum hérna austur og hann var einmitt að fletta upp skyldleika sínum með Gunnari skáldi sko, það var bara 3. og 5. sko. Þannig að það er bara Gunnar frændi hjá Gunnar. En hann hefur náttúrulega, og svo hann náttúrulega málið að hann af henni alræmdu skógagerðarsætt, svona fyrir það sem ekki vita. En hann hefur náttúrulega lengi verið að mála hjá forlaginu og sem að gefur út þessa nýjustu bókan sem talar beint inn í umræðu hversdagsins eins og oft áður hjá Gunnar. Hann alltaf með puttan á púlsinum, þannig að núna það bókin Birtingur og símabannið mikla. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir og Skúli, þú þarft að heyra að þú heyrðir ekki á það þegar ég var að þakka þér fyrir að bjóða mér og skipulegja þetta. Þetta búið að vera stórkostlegt að fá að koma hérna á fallegasta landsvæði landsins og þótt við að vera leitað. Gunnar, ég alltaf skýrður í höfuðið á Gunnari frændi. Reyndar hét afi Gunnar líka. Og ég skýrði son minn Gunnar af því að Gunnar Gunnarsson nú í ættinni. Mér finnst mjög rosalega gaman að segja Gunni frændi sko.
sérstaklega í þessu húsi. Og þið verður bara að segja mér ef þið eru skild mér, ég er rosa lélegur í ættfræðinni, sko. Ég er að reyna að sjá á andlitur á hvort það sé skógagerðisvipur. Það er sko þokusvipur á Gilsárteigsættinni og Eðalþinghá. Pabbi sagði það alltaf, þau eru alltaf með þokusvip. Á meðan að skógagerðisfólki var glatt og stórt og já. En ég er sérst með bók sem heitir Birtingur og símabannið mikla. Ég er svolítið með þetta á heilanum, þetta með síma og börn og ungmenni og ákvað bara að skrifa bóku það. Og þetta sérst hann Birting og hann heitir Birtingur út af Birtingi eftir Voltaire. Bókin endar eins, ég ætla bara að spoila því. Og það er ýmislegt sem gerist í þessari bók. Það sem gerist í byrjun er að foreldrar hans sem eru mjög ósamtaka par og þetta er ekki gott heimili, ekki gott hjónaband, að þau taka af honum alla skjái. Hann tekst að semja tilbaka 2 tíma af sjónvarp á dag en enga síma, en hann má kaupa sér síma ef hann getur safnað sér pening og sem hann á ekki, hann á enga pening. Og hann fer í það að safna sér pening og hann er algjörlega vinalaus vegna þess að allir vinir hans eru í tölvuleiknum sem hann var að spila. Þannig að, þú veist, krakkar eru semst bæði alveg spilasjúklingar og símasjúklingar í dag, finnst þér. Og hann reynir að finna þessa vini sem eru í tölvuleiknum og hann fer nú ekki vel. Þannig að hann ákveður að safna pening og þá fer hann að kynnast fólki og lendir í alls konar og rekur sig á og lærir og allt það og lýgur mjög mikið. Það er svo auðvelt, þú veist, hann fyrst fer hann að safna dósum, segist vera að safna til að kaupa sér síma og fær engar dósir náttúrulega og þá ákveður hann að segjast vera að safna fyrir Rauða krossin. En það fær endapunkt líka, hann er bæstaður með það og þá fer hann að selja penna, gangi í hús og selja penna og þykjast vera heyrnarlaus. Og ég ætla að lesa það þegar hann dinglar fyrsta húsinu. Passa sig á því að fara ekki í sömu hús og það sem hann lögði að vera safnað fyrir Rauða krossin. Hann er nú ekki alvitlaus þessi drengur. Hann dinglar bjöllunni, ó nei, stundan, þegar hann áttaði sig á því að hann var ekki með miða með skilaboðum frá Heyrnleysingafélaginu og ekki heldur með posa hálsinn eins og maðurinn hafði verið sem kom heim til hans kvöldi áður. Hann var bara með 9 penna í vasanum, 1 í höndunum og góðan ásetning í huganum. Og þá opnaðist dyrnar. Halló, sagði ungu maður með ljósrautt sítt hár og stutt skegg og með smábarn í fanginu. Sér léka hann væri að skrifa með penna og var svo góður með þykistu peningaseðla í hendurnar. Svo sett hann lófana saman eins og hann væri að biðja og starði svo á unga mannin milli vonar og ótta. Ertu frá Heyrnleysingafélaginu? Spurði sá ungi. Birtingur kinkaði kankvís kolli. En áttaði sig á því allt í einu að hann átti ekki að heyra í unga manninu. Gat hann kannski lesið af vörn? Já, þetta er pappa, sagði litla barnið. Já, hann heyrir ekki, svaraði ungi pappinn og brosti. Sjokkið, svo leit hann aftur á Birting. Mér finnst þið kannast eitthvað við þig, sagði hann hugsið. Sko, Birtingur lendi því að mamma sér alltaf birta myndbönd á honum og eitt kemur mjög illa út fyrir hann og það fer allar heim, hann verður heimsfrægur sem mjólkurbarnið. Mjólkurmyndbandið, hugsaði Birtingur og langaði mest að hlaupa í burtu, en ákvað allt í einu að það besta í stöðunni væri auðvitað að verða blindur líka. En hvað segirðu? Ertu að selja eitthvað? Spurði ungi pappinn hægt og skýrt og notaði lausu höndina til að leika kaup og sölu. Birtingur starði ákveðið á magann á manninum og pírði augun. Hann yppti öxlum eins og hann skildi ekki neitt, en hann sýndi manninum pennan, svo lék hann að hann væri blindur. Hann benti á augun á sér og sveiflaði höndunum fyrir fram á þau, svo þreifaði hann fram fyrir sig þá til hendurnar lenti á manninum.
sagði hann og benti á augun á sér. Býttu, ertu blindur líka? Spurði pappinn hissa. Með þess að litla barnið leit undrandi á Birting. Það fekk í maður, hvað var hann að spá? Það var mikið að vera blindur líka. Þannig að, já, ég stoppuði hérna. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir þetta, Gunni. Það klikka ekki í bækurnar frá Gunnari. Það er vanlega. Við við skulum halda áfram í yngri deildinni. Það er svona, það er eitt og annað sem rekur einmitt inn í lestina svona þegar farið er að skoða. Og leyndist barnabók önnur hér fyrir austan sem er alveg að fara, hún er einhvers staðar í hafi, í skipi, sennilega. Komin úr Brennsmjóðunum, út í löndum og á leiðinni til landsins. Særún Hlín Laugadóttir, að hún er grunnskólakennari og býr á Reyðarfirði og gaf út sína fyrstu barnabók Lítið ljós árið 2019 í samstarfi við styrktarfélagið Gleymjarey. Það er bók sem fylgir með minningakassa sem foreldrar fá eftir að hafa mist barn á meðgöngu í fæðingu. Hún hefur nú verið gefin út líka á ensku. En nú er sem sagt að koma önnur bók frá Særúnu sem heitir 24 dagar til jóla. Og þetta er barnabók sem Óðinshöga gefur út. Þannig að við leyfum hér ekki að segja aðeins meira frá bókinu og segja okkur aðeins um þessa 24 daga. Særún, gjörðu svo vel. Já, bara takk fyrir að bjóða mér að koma og vera með. Hún Hrafnhildur Apríl, hún er síðan 10 ára og er sannkallað jólabarn og elskar undirbúning jólana. Og hverjum degi í desember opnar hún og Beta, sem er 5 ára systir hennar, þær opnar svona fjölskyldudagatal saman sem að hjálpa þeim að stytta beðina til jóla. Aðeins að sýna hvernig dagatali þetta er svona útsaumuð mynd með svona pókum hérna og hverjum póka er síðan hugmynd að einhverjus fjölskyldu samveru. Og það skemmtilega að í bókinu til dæmis að baka smákökur og þar er lýst svona fléttað inn í söguna uppskriftin. Þannig að ef að fólki langar til þess að baka þessu uppskrift þá er það í boði. Þetta er uppskrift sem er mikið bökuð á mínu heimili. Þannig að það er alls konar svona tillögur að einhverju sem eftir að gera og uppskriftur og leiðbeiningar. Ég ætla að lesa kannski bara 2 daga. Hver kafli er 1 dagur, sem sagt frá 30. nóvember til 24. des. Og við ætlum að byrja hérna á 2. desember. Ég var fljót að sofna í gærkvöldi og vaknaði ekki fyrr en klukkan 9. Beta systir var vöknuð og horfði á barnatímann í sjónvarpinu. Í dag er öll fjölskyldan í fríi. Þegar ég kom fram, sagði pabbi að nú mættu við kíkja í dagatalið. Ég opnaði pokann sem ástóð 2. desember. Á meðanum í pokunum stóð baka jólasmákökur og þar var mynd af gómsætum smákökum. Uppáhalds jólasmákökur mínar eru lakkrístoppar, karamellukökur og vanilluhringir. Mamma sagði að við myndum byrja á því að baka karamellukökunar eftir morgunmatinn. Enn og ný ómaði jólatónlist húsið. Við Beta þvoðum okkur hendurnar og settum okkur svuntur svo við gætum hjálpa til við baksturinn. Mamma stilti bakarofnin á 180 gráður og blástur. Hún las svo uppskriftina og við Beta hjálpuðum stað við að ná í hráefnin. Þátt var 150 grömm íslenskt smjör, þetta í silfurpappírnum, 200 grömm púðursykur, 1 pakki Royal karmelubúðingi, 1 teski vaniljusykur, 2 egg, 270 grömm hveiti, 1 teski matarsóti og 150 grömm af súkkulaðidrópum. Beta náði hveitið, en þegar hún ætlaði að rétta mömmu pokann, þá missti hún hann á gólfið og hveitið fór út allt. Fyrst brá Betu og hún varð hrædd, en mamma sagði að þetta gæti komið fyrir alla. Pabbi kom að hjálpa okkur að sópa upp hveitið og ryksuga svo yfir gólfið. Við Beta þurftum að skipta sokka því þeir voru hvítir af hveitinu. Við skelli hlógum þegar við sáum við höfum líka fengið hveiti á andlitið. Beta var með hveiti á nefinu og ég á kinninni. Þegar öll hráefnin voru komin og við tilbúnir að halda áfram með baksturinn,
hjálpaði mamma okkur að mæla rétt magn og setja allt í hræravélina nema súkkulaðidropana. Öllu var hnoðað saman og við Beta fengum svo að búa til litlar kúlur úr deginu. Ég var alltaf að stelast til að borða einu og einu kúlu því þetta örugglega bragðbesta kökudeg í öllum heiminum. Nam. Kökunar voru síðan bakaðar í miðjum ofninum í 10 til 12 mínútur. Þegar mamma tók þær út, fékk ég það hlutverk að setja 1 súkkulaðidropa ofan á hverju og eina smáköku. Ég þurfti að fara mjög varlega til þess að brenna mig ekki. Súkkulaði bráðnar á kökunni og festist þannig á henni þegar það kólnar aftur og harðnar. Þegar kökunar höfðu kólnað, fékk Beta að setja þær í jólasmákökubóksið okkar. Þannig geymast það best. Þær geymast reyndar aldrei lengi því þær klárast svo fljótt. Ég held að þessar karmelukökur séu uppáldi hjá allri fjölskyldinni. Nú ilmar húsið af nýbökuðum jólasmákökum. Og þá ætla ég að stökkva yfir á 11. desember því að í þessari bók eru samt ýmsar jólahefðir og líka þetta jólasveinarnir. 11. desember. Það var komin 11. desember og við urðum að bíða með opna dagatalið þar til allir voru komin heim. Stundum vildi ég óska þess að við gætum bara öll verið í fríi í allan desember. Þegar við vorum komin heim, fékk ég að taka niður pokan á dagatalinu og lesa á meðan. Á honum stóð: lesa íslensku jólasveinana. Þess vegna tók mamma bók jólasveinana á bókasafninu daginn. En hvers vegna ætlum við eigum að lesa þá í dag? Við fengum okkur sæti í sófunum í stofunni og gerðum huggulegt með því að kveikja á myndbandi af Arineldi í sjónvarpinu. Mamma kveikti líka á kerti með jólaelmi. Á meðan sótti pabbi bókina jólasveinana. Íslensku jólasveinarnir eru 13. Fyrstur er Stekkjarstaur. Pabbi las hann og gerði sitt besta til að leika jólasveinin með því að ganga stofugólfið eins og hann væri með staurfætur og þóttist vera að hlaupa eftir kindum. Það skyndilega áttaði henni. Í nótt kemur fyrsti jólasveinin. Þess vegna áttum við að lesa hann. Beta hló svo mikið af pabba að hún fékk verk í magann. Hann var reyndar mjög fyndinn. Í bókinu jólasveinana stóð að Stekkjarstaur fyndist mjög gott að fá smáköku jól. Þegar pabbi hafði lesið alla jólasveinana og leikið þá alla, sagði hann okkur að Stekkjarstaur kæmi í nótt og þess vegna væri komin tími til að hengja upp jólasokkunum okkar. Pabbi náði kassan með jólasokkunum út í bílskúr og við hengdum þá upp í forstofunni. Við ákváðum að hafa þá þar því að Beta var svolítið hrædd við jólasveinana og vildi alls ekki fá þá inn í herbergið sitt. Henni fannst það betri tilhugsun að jólasveinarnir kæmi inn útidyrahurðina og settu jólasokkana þar heldur en þeir kíktu gluggann á herberginu og horfðu á hann að sofa. Sokkarnir fóru því upp í forstofunni og við Beta ákváðum að gefa Stekkjarstaur eitthvað góðgætið að borða. Ef hann yrði svangur þegar hann kæmi til okkar. Ég setti því mjólk í glas og Beta setti nokkra smákökur á disk. Við lögðum þetta svo á skóhilluna í forstofunni svo að Stekkjarstaur gæti sér glaðningin. Nú var spennan fyrir morgundeginum í hámarki. Hvað ætli ég fái frá Stekkjarstaur og hvað ætli við fjölskyldan gerum saman á morgun? Svo ætli ég aðeins bara að fá að enda hérna á síðustu blaðsíðunni. Að undirbúa jólin í desember með jóladagatali fjölskyldunar hefur verið dásamlegur tími samveru og gleði. Allir dagarnir hafa fært okkur einhverja skemmtun og gert biðina eftir jólanum auðveldari. Á hverju ári gerum við eitthvað nýtt, en jafnframt eitthvað sem við gerum árlega, svokallar jólahefðir. Ég veit að jólin ekki ánægilegu tími fyrir alla og því einstaklega þakklátt fyrir að fá þessar stundir með fjölskyldunum minni. Ég vona að jólin ykkar verði ánægileg og undirbúningurinn líka. Að lokum vil ég segja, gleðileg jól, Hrafnhildur Apríl Jólabann. Já, takk fyrir það. Menn verða bara að grípa þessa glóðvolka þegar hún kemur í búðurnar. Þetta fyrir austan og annars staðar á landinu. Þá er ég sem að fara aftur yfir að útgáfu félagslega auðnenda. Það félag með 2 bækur á þessu ári eins og oft áður.
En í ritröðinu Austfirsk ljóðskáld þá kemur núna bók eftir Hrein Halldórsson sem við þekkjum kannski betur fyrir íþróttaafrek sín, en hann nú búinn að búa hérna á Egilsstöðum í áratugi þó hann sé nú upprunninn á Ströndunum. Og þannig að við teljum hann nú allavega vera orðið allavega hana hálf austfirsk. Það ekki. En hann hefur náttúrulega fengist við að semja hérna tækifæriskvæði og setja saman vísur alveg frá unga aldri og sömuleiðis að semja söngtexti og eigin lög. Enda harmonikkuspilari, góðkunnur. En nú komin út sem sagt ljóðabók eftir Hrein og ég grunum hann alltaf að hafa konuna Jóhönnu með sér hérna, sér til halds og traust. Gjörið þið svo vel. Góðan daginn og komið sæl og kæra þakkir fyrir að bjóða mér hingað. Það er ekki sjálfgefið að samt sem að hefur aldrei gefið út bók, þannig boðið á svona skemmtilega samkomu. En smá nokkur orðum til þessara bókar. Þó ég hafi í gegnum árin gert vísur og ljóð við ýmsu tækifæri, þá hvarflaði ekki að mér að koma þessu efni í bókaform. Það var svo fyrir rúma ári að Magnús Stefánsson, formaður félags ljóðahöfunda á Austurlandi, sem gefur bókina út, orðaði við mig að stjórn félagsins hefði áhuga á að gefa út efni eftir mig. Mér fannst það í fyrstu fjarri lagi, því það sem ég hef gert ætti mestum stað og stund og þar fyrir utan þá verður aðrir betri kostur heldur en ég. Jæja, en þetta fór nú öðruvísi. Sem sagt, við erum hérna, ég og bókin, og ég vil þakka stjórn félags ljóðahöfunda á Austurlandi fyrir að hafa gert útgáfu þessara bókar minnar að veruleika. Bókin skiptist í 6 kafla og það eru tækifærisljóð, lausavísur, lagakeppnir, hátíðar eftirmæli, annað efni og til Jóhönnu konu minnar. Nafn bókarinnar vísar í ljóð sem er akkurat til konu minn og ég ætla að leyfa mér að bara byrja á því örstutt og þetta heitir Ljóð mitt og lag. Ég ætla bara að taka fyrstu vísuna. Þú ert ljóð mitt og lag, þú ert líf mitt í dag, til þinn yrkiga ástölu mín. Þú ert sumar og sól, sendir byrkt minn hól, þessi tilhuging til þinn eitt vín. Og nú ætla ég að snúa mér á öðru. Vinkona mín, Filippía Björnsdóttir, var 60 hér árið, kallið Pía, og ég sendi henni þetta. Ellimerki engin sjásni innri glýja, alltaf bróðsitt ekta hlýja, öllum veitir gleði Pía. Megi orkan endast þér með unast flugi, áfram næstu áratugir að til lífsins gildin dugi. Dugnaði sem dáil sendir diggum klerki, samviskanir sýndi verki sem er skráð þitt vörumerki, dugnaðar kona. Og þá það afmæliskvæði til föður míns þegar hann var 8 ára. Það er langt síðan. Meðan enn lífið líði og ljómar bros og kinn, þá strandabeygja stolt og prýðir Stengnesfjörðurinn. Fögur sín til allra átta dal og fjöld, hverju þar syngur sátta, söngvari þakkar gjörð. Þetta bara hluti af, þetta nokkra vísur. Þá ætla ég að snúa mér að barnabörnunum, nokkur barnabörn og aðeins lengra reyndar. Og það Ylja Sigurbjörg Bjarnadóttir 3 ára. Lipur fjörug, létt á fæti, ljósa kollin marknum þér, allra mikið eftirlæti, athugul og fylgin sér. 3 ára Ylja að við kveðju sendi þér. Og þá það næst þegar Jóhanna Perla, Lóðísudóttir, suma sanna rós, sæl við móður hjarta. Og þá komin að Emblu Dal Sindradóttur, sem býr í Noregi þegar hún var 5 ára. Tölt ljósa lokka, litla daman þín. Embla hefur yndisokka, enda stúlkan mín. Og ég enda þetta á yngsta nýðan í dag, sem heitir Stefán Geisli Geislason. Hann var nýfættur. Lítill ljúfur drengur, lífsferð hefur sína, alheims ástæðst drengur, efli vegferð þína. Styrki þó styðji, stefnan haldi sessi, okkar yngsti niðji, þig gælan blessi. Og þá komið að
Afmæliskveðja til móður minna þegar hún var 75 ára. Lítil meyja létt í spori, lítur sína fóstur í örð. Lyft öllu lífi að vori, ljóma vefja holt og börð. Huglar syngja fullu þori, fagurt við Stengursjörð. Ætta tengsl og ólík reyng, þar sem menning einhver ýmsir ráðin fá hjá þér. Þau ljóð eru nokkuð mikið lengri heldur en ég les. Svo þess lítil vísa ástina. Ástin lífgar oft sem vín, iljar vonir gefur, en seinna þegar sæland vín sumt á tapast hefur. Þá það heilræði, eitt lítil heilræði. Sannleika ég segi þér sem gott að muna, hvert sem því nú byggðist ber, verður samvisku. Ég vildi næsta. Ég vildi að ég væri lítið blóm. Blóm sem rósir bærin mynd þess skjól. Skjólur myndi skarta, skarti sem að ber. Ber mynda bjarta, bjart sinni hjá þér. Á lokum lesi ég hérna lítið Stengursfjarðarheiði, en ég var staddur þar árið 2018 í sól. Stengursfjarðarheiðin há hefur margt sem laðar. Sæluhúsi sindrar á, sólan gullið baðar. Og nú komið að konu minn að lesa, ég ætla aðeins að fara yfir þar áður en ég greipin að. Og hún endar þetta fyrir mig. Fyrra svolítið óhefbundið. Og ég ger ekki mikið af svoleiðis, en þetta heitir orð og það skýrist sig sjálft. Og seinna heitir Fljótsdalshérað. Þannig að árið 2017 þá endur Kvennakórinn Héraðsdætur til samkeppni ljóð Fljótsdalshérað. Og hér kemur framlag mitt sem heitir einnig Fljótsdalshérað, en það má líka kalla þetta lofsöng Fljótsdalshérað. Og nú býð ég Jóhannu að gera svo vel. Ég lesa það sem heitir orð. Orð til alls fyrst. Þau koma og fara, bjarga. Fara í rangan búning, springa, fella, allt tómur misskilningur. Þannig verða orð til alls fyrst, til góðs eða ills. Þau gefa, gleðja, rupla, ræna ærunni. Án þess að nokkrum blöskri. Stundum fara ósögð orð best í munni. Og þá það Fljótsdalshérað. Fljótsdalshérað, fagra perla, fóstra mín, ég kveð til þín. Gegnum aldir átt þú hefur, umhverfi sem fegurst skín. Lagar fljóti, lifna og merla, líði þekktu sagnirnar, þar sem enn má orminn líta uppi rétt við klappirnar. Allt frá heiðum út til flóa áttu þína sterku mynd, grundir sléttar, græna móa, gróna hlíðar, foss og lind. Hallorstaður, skógi skartar, skynjun þar engu lík, margir eiga mætar, bjartar minningar úr Atlavík. Hengifoss af háu fjalli, hömrum pryddur fjallasal, stuðlaberg í frjálsu falli, fer hann sína leið í dal. Fljótið lyngt mót flóa streymir, flytur lífsins von og tár, orku mikla í sér geymir, aflið lýsir 1000 ár. Fardaga má fossinn kanna, fagra perlu í heiðarbrún, heillandi sem þar hellir huldu manna, heillandi sem gömul rún. Eyða setri ei má gleyma, ungu fólki menntun bjó, íþróttir þar áttu heima, uðnað stund við mörgum hló. Úthéraðið upp til fjalla, uðnaðsreita býður lind, þar má finna fegurð alla, farir þú af skarði að tind. Dyrfjöllin og dyrum undir, dýrðar undur, jarðfallsburð, kynjamyndir, grjót og grundir, gróður vinin, þekkt stórurð. Vítt hérað bændur búa, bætt þeir hafa jarðalönd, traustir vel að trjárækt hlúa, trúir því að leggja hönd. Á það sem þeim framtíð færir, fyllstu vonir lífsins mátt, á það sem hér neistan nærir, næsta kynslóð yfirsátt.
Öldum saman orka kvenna, okkar vegferð hefur bætt, þær að mörgu ráðum renna, röska sveina hafa fætt. Ábyrðinni einlagt sinna, efla flest á hærra stig, héraðsdætur fái að finna, fyllstu vonir snerta sig. Fljótsdals hérað, vænna valla, velsæll ríki, æ hjá þér, íbúunum öllum færðu, innri frið sem lífið ber. Fram á við framtíð alla, frjósum verði jörðin þín, barna þinna leiðir lýstu, langa eilíf sveitin mín. Já, kæra þakki fyrir þetta, góði Jón. Við höldum okkur á héraðinu, það eru og förum aftur út í útmannasveit. Það er eins og við vorum komin í kvæðinu þarna, það er oft okkur að líða á það. En Sigríður Laufey Sigurjónsdóttir frá Dölum, ég held að þinga á að hún hefur nú kannski, við þekkjum bara meira kannski fyrir að vera tónskáld eiginlega, en hún hefur nú líka fengist við skriftir. Og átti nú á meðal annars nokkur ljóði í bókinu Huldumál, hugverk austfirskra kvenna, sem kom út árið. Og núna hefur hún verið að vinna að bókum af sinn og ömmu, þau Ingvar og Helgu sem bjuggu í Dölum. Og bókin heitir Rís og hnífur dagur og Sigríður Laufey ætlar að segja okkur aðeins frá þessari bók, sem kannski ennþá eitthvað staðar á leiðinu úr prentsmiðjunni. Komið sæl. Takk Skúli fyrir að bjóða mér. Kannski segja ykkur aðeins frá tilurð bókarinnar. Föðurafi minn Ingvar í Dölum, það eru flestir héraðsmenn sem muna eftir Ingvar í Dölum. Hann var fæddur 1902, amma mín var fædd 1906, Helga Magnúsdóttir. Ég fékk eiginlega hugmyndina vegna þess að nokkur síðustu ár þá er ég búin að slá inn töluvert mikið efni eftir föðursystkini mín. Gunnar Hafdal Ingvarsson og Daldís Ingvarsdóttur. Gunnar sá heitir hefði það Gunnari. Þess vegna heit hann Gunnar. Sko ég er búin að slá svo mikið efni inn eftir þau tvö og fór svona að hugsa bara, ætti ég ekki að safna þessu saman og svo vissi ég að afi hafði verið mikill penni, hann var alltaf eitthvað að skrifa, greinar, það voru tekið með viðtöl. Þannig að bókin mín er verið svona samantektar bók af efni sem tengist ömmu og afa í Dölum, Ingvar og Helgu. Og það eru æviágrip þeirra, og það eru stutt æviágrip barnanna þeirra, og það eru hugverk í bókinni, það eru endurminningar, smásögur, ljóð, viðtöl við afa, greinar sem afi hafði skrifað, og svo er mjög fróðlegt efni þar sem ég vissi ekkert af fyrir ég fór að grúska í þessu, að þjóðháttadeild Þjóðminjasafn Íslands hefur safnað að finna efnið á sarpur.is. Og það er nú bara tilviljun að bæði Ingvar afi og Daldís föðursystir mín lenda í svona úrtaki að vera beðin að svara einhverjum spurningaskrám. Og Ingvar afi hann skrifaði klæðnað, drykk og matmálsvenjur að lýsa fatnaði sem menn voru í við til dæmis heyjanir í gamla daga og hvað var í matinn og hvernig það var allt og nesti sem var fært. Þegar menn voru lengra frá í vinnu og svo hafði Daldís svarað líka nokkuð mörgum spurningaskrám og 3 þeirra eru birtar hér, ein andlát og útför á seinni hluta 20. aldar, ein fermingar og ungmennavígslur og ein híbýli, húsbúnað og hversdagslíf. Þannig það er mjög fjölbreytt efni í bókinni og fjöldi mynda. En já, þau voru Ingvar og Helga, við erum eignuð 6 börn og ég ætla að lesa fyrst bara stuttakafla sem ég skrifaði af og ömmu. Ingvar og Helga kynntust á Seyðisfirði. Helga var þá við nám í karlmannafattasaumi hjá Rósu Vigfúsdóttur sem kölluð var Saumarósa og hét hús hennar vina minni. Ingvar var á sjúkrahúsinu á Seyðisfirði frá sumrinu 1927 þangað til í lok febrúar 1928. Hann útskrifaðist með 2 ára vinnumann. Gunnar Pálsson var geturstöðum af Völlum, bauð honum að koma til sín eftir sjúkrahúsvistina en hjá honum hafði hann verið vinnumaður þegar veikindin hófust. Helga fékk ekki vist á Ketilsstöðum svo þau þurfti að vera aðskilin tíma. Réðst hún í vist í Finnstað í Eiðaþingá til Stefaníu systur Ingvars og Árna manns hennar.
Ingvar fór í Finnstaði vorið. Árið sem Ingvar og Helga voru á Finnstöðum lögðu þau fyrstu drög að sjálfstæðum búskap, komið sér upp nokkrum tugum kinda, kú og hesti, en 3. árið þeirra þar fengu þau húsmennsku ábúð hjá Önnu Árnadóttur. Ingvar og Helga giftust þann 21. júlí 1928 að Kirkjubæ í Hróarstungu. Árið 1931-1932 bjuggu þau á Hjartarstöðum í Eðiþingá, en það fluttu þau í Finnstaðsel og greiddu þar leigu til ársins 1936 eftir flutt í Dali í Hjaltastaðaþingá. Þegar Ingvar og Helga kom í Dali hafði jörðin verið í eyði í 1 ár. Fyrstu 3 árin voru þau í leiguábúð en þau keyptu jörðina árið 1939. Gamli bærinn í Dölum var stórt torfhús, komið var inn í viðbyggðarskúr, þar fyrir innan var hlóðaeldhús og inn af því göngin sem lágu inn í eldhús, þar sem eldavél var, þar var gluggi á austurhlið. Upp á baðstofulofti var 1 svefnherbergi. Niðri var eldhús og 1 herbergi inn af því með djúpum glugga að sunnanverðu. Baðstofan var léleg en að öðru leyti voru húsin allgóð, fjárhús fyrir 200 kindur, lítið fjós, einnig var hesthús frammi á bakkanum, við Dalalæk og lítið hlaða. Ingvar og Helga byrjuðu búskapið með rúmlega 100 kindur, 20 gimbrar, 2 kýr, 2 vetur gamla kálfa og 2 hesta. Fyrstu árin í Dölum var mest stundaður engjaheyskapur. Ræktunarskilyrði voru erfið, engjarnar voru allt góðar en þær voru votar og gat flætt yfir þær. Mjög dró úr því þegar skurðgröfur komu til sögunar og Gerðisá og Dalalæk var veitt í landþurrkum með skurði. Hestavinnutæki voru í fyrstu notuð allar ræktun og heyskap, einnig var slegið með orfi og ljá og raka með hrífum. Ingvar og Helga byggðu 120 fermetra íbúðarhús í Dölum, var það asbestklætt timburhús, einlyft með valmaþaki og flutti í þar 1944. Árið 1952 til 68 var mikið byggt í Dölum, votteskrifjur, fjárhús og hlaða, fjós við haughúsi og blásarhús. Gott var að eiga vota í handa nautunum því ekki var alltaf nægur þurrkur. Allt efni í steypu var tekið í grús fram við Dalalæk. Miklu munaði þegar vegurinn kom 1954 og lækurinn var brúaður 1955, en áður þurfti að fara með efnið á hestakerru yfir vað á læknum. Menn sem unnuðu að vegagerðinni keyrðu mölinni til húsbyggingarna í Dölum. Á árunum 50-61 komu vélknúin tæki í Dali, landrófur, blæjubíll, vörubíll, traktorar og heifunívélar aftan í þá. Synir Ingvars keyrðu bílana og unnu á vélunum en Ingvar snerti aldrei á vélum. Sveitarsími var lagður á bæina í sveitinni á árunum 50-57, var hann komin í Dali 1955 og samveitur rafmagn 72. Ingvar og Helga keyptu hálfa Kórestaði árið 1950 og Kórestaðgerði 72. Kórestaðjörðin hafði hlunninda reka á Héraðssöndum, þangað var sóttur rekaviður, úr honum unnu girðingarstaurar og byggingarefni. Búskapurinn í Dölum var fyrst og fremst fjárbúskapur en naut voru einnig alið til slátrunar. Kjötið var selt til kaupmanna niður á fjörðum og síðar til Alþýðuskólans á Eiðum sem greiðsla upp í fæðiskostnað sonanna. Tíma var seltur rjómi og síðar mjólk. Þá voru tekjur heimilisins stríðar með sölu á gulrófum og rabarbara. Auk sauðfjár og nautgripa voru hænur, hestar og hundar á bænum. Ingvar og Helga eignuðu 6 börn. Þau eru í aldursröð. Gunnar Hafdal, Kjartan Þór, Sigurjón Sævar, Gísli Heiðmar, Ingvi Dalur Hafdal og Daldís. 3 elstu fæddust í Eðiþingá en þau yngri í gamla bænum í Dölum. Árið 1973 tók Gísli formlega við búi af foreldrum sínum og voru þau í Dölum hjá honum til ársins 1980 eftir fluttist til litla íbúð á Egilsstöðum. Íbúðin var í raðhúsi fyrir aldraða við Lagarásin. Þar áttu þau notalegt ævikvöld saman þar til Helga missti heilsuna og fór á sjúkrahúsið á Egilsstöðum. Helga dó 12. febrúar, tæplega 87 ára, 1993 og Ingvar dó 19. desember 1998, tæplega 97 ára. Þau létust bæði á sjúkrahúsinu á Egilsstöðum. Eins og ég sagði áðan, það var afi mikill penni, skrifaði margt, en ég vissi ekki fyrir ég fór að vinna þessari bók að hann hefði líka verið hagmæltur. Hann skrifaði skeyti og vísur, reyndar hafa líka varðveist eftir hann stökur í gömlu veski sem að Daldís geymir og stökur eftir að finnast þar, en það er líka að finna í Héraðsskjalasafninu heilmikið af heillaskeytum sem hann hefur ort til vina og einnig mjög falleg eftirmæli til dæmis einn vin sinn. Til að lesa hérna fyrir ykkur skeyti sem hann sendi frú Vigdísi Finnbogadóttur 1. ágúst 1980 þegar hún tók embætti. Heill sé þér, heiðvirða kona,
hugdyrð og snilli. Fylgir þér farsæld og sigrar á framtíðar vegi, orð snill þín efli og styrki, íslenskt þjóðfrelsi, frægð þín á forsetastóli, ei fyrnist aldir. Já, það eru nokkrar stökur sem hafa barist í gamlu veski og þær eru nú sumar glettnar en aðrar alvarlegri. Svo fyrsta er svona: verðbólguna vill Jón lækka og við það hefur ráð tilgreint, vöru ánæg vel skal hækka, verslana í bráð og lengd. En hann yrkir líka náttúruna, þykknar í lofti þokan grá, þekur fjalla hlíðar, hríðin kemur himni frá, hingað innan tíðar. Öllu hnignar eins fer mér, ævi þyngjast sporin, utan gátta ég hér, ýmsum sökum borin. Þegar líður lífs á kvöld, ljósin taka dofna, orkan þrýtur, von og völd, vænst þá að sofna. Ingvar skrifaði bæði minningagrein vin sinn Vigfús G. Þormar, fyrrverandi bóndi og hreppstjóri Reykjavíkurgerði. Hann skrifaði minningagrein hann og hann skrifaði líka til hans lítið ljóð sem hann er geymt í Héraðsskjalasafninu. Hér skilja vegir, ég hitti þig síðar, hjartkæri vinur, þú gleymist mér ei. Víst að lífið á verndaðar þýðar, vaxandi liljur í helkuldast hei. Því fær ei skilið þá anda sem unnast, eilífð svo sterk við kærleikans bönd. Við eigum eftir þann fögnuð að finnast, frjálsir og glaðir á eilífðarströnd. Gunnar skrifaði mikið, bæði smásögur og ljóð. Það var gefið, eða kannski ekki beinlínis útgáfa, en það gekk stílabók á milli bæja í Hjaltastaðaþingáni og hafði heitið Ungmennafélagsritið Baldur. Og í þetta skrifuðu, það var ritnefnd hverju sinni, og í þetta skrifuðu menn smásögur og ljóð. Og þetta var skráð í stílabækurnar, þetta tölublað og þessi árgangur og þessi ritnefnd. Og það er mjög margt í þessum bókum sem eru geymdar í Héraðsskjalasafninu eftir Gunnar, ýmist merkt nafni hans sjálfs, Gunnar Hafdal Ingvarsson, eða skáldanafninu sem hann notaði sem var Ketill úr Mörk. Það hafa bæði systkini hans og sveitunga staðfest að allt sem er undirritað með þeim hætti er Gunnar. Fyrir 3 árum þá var ég svo heppin að fá í hendur gömlu stílabækurnar Gunnars, sem ég vissi ekki það væri til. Nú tekum við hjá mér að koma því allir á prent. En já, það er reyndar það sem ég var áður búin að koma á prent. Ég var búin að koma öll á prent sem var varðveitt í Baldri. Ég lét bara að gera gormahefti og það er geymt sem skjal í Héraðsskjalasafninu til frekari varðveislu og ég ætla að gera það núna með það sem ég hef komið með í hendi núna, það stílabækur hans. En það sem ég var búin að fá áður eftir hann, það er líka varðveist töluvert í munnlegri geymd og það skráði ég allt í þetta hefti. Og eitt af því sem hafði varðveist í munnlegri geymd, ef ég man rétt þá var það þannig með þetta ljóð, það heitir Ágústdagur. Sunnan blær, sól hlær í heiði, allt því grær, ungur fugl í meiði, syngur ljóð, sólglitt yfir engi, ó það yrði áfram svona lengi. Svo er hérna í stílabókunum sem ég fann þetta fallega ljóð Bæn. Nú andar suðri blíðu blæ, nú brosa augun mín, en þú ert sjálfsagt sofnuð nú, þig sveipar drifhvítt lín. Ég lít til fjalla og lofti blátt, það lofar hlýju í nótt, ó hjartans besta bænin mín, hún berist til þín fljótt. Það er svo margt sem mæðir á, minni þjáðu sál, lífsins stífsta dulda þrá er draumsins helgi mál. Í húmi nætur hugsum þig og hamingjuna þá, ef lífið lætur þig og mig að lokum saman á. Takk fyrir. Takk fyrir það. Þetta er mjög gott þegar eru fólk eins og Sigga Laufey sem að taka saman svona fróðleik sem er að falla í gleymskuna dá og mikill fengur á því.
hvar munum maður geta nálgast bókina? Bara hjá þér. Já, þegar hún kemur. En ég myndist á bókstaf áðan og ætlum við fáum ekki aðra Sigríði Láru núna til þess að segja okkur aðeins frekar frá útgáfu bókstafs þetta árið sem töluvert vegleg. Gjörðu svo vel, Sigríður Lára. Spennandi streymi. Já, góðan daginn. Ég heiti Sigríður Lára Sigurjónsdóttir, pósturinn okkar Sigurlaug ruglast stundum saman. Ég áttaði mig á því í upphafi árs og svo gleymdi ég því aftur að bókstafur varð 10 ára. Í febrúar held ég, með við kennitöluna. Og svo, ég gleymdi því strax, þannig að það var ekkert meira svo sem áætlaði að gera með það, en svo bara bókstafur bara ákvað sjálfur að halda upp á afmælið sitt vegna þess að eins og við segjum stundum, við erum alltaf að reyna að hætta þessu, það gengur ekki neitt og í sumar þá barst okkur náttúrulega þessi frábæra bók sem við heyrðum úr áðan, hennar Ásu Hlínar, sem var bara ekki hægt að sem var ekki hægt annað en að taka upp í það. Sækja hérna bækurna sem ég ætla að tala um. Og skemmtilegt að segja frá því að fyrsta prentun af þessari bók uppselt og önnur prentun í hafi eins og svo margt núna eins gott að verði engar truflanir á skipaferðum, nú þá bara bókaútgáfan í vesenni. Síðan hafði sambandið mig í vor Þór Tulinius sem var þá með skáldsögu sem var búin að liggja eitthvað með sem núna komin út. Sálmasafnarinn, þetta rosalegur sálfræði trillir. Þegar ég las hana í handriði, ég bara gat ekki hætt, sko. Þannig að hún komin úr hafi, hún kom út núna ekki fyrir löngu síðan. Svo erum við náttúrulega með neftóbak ársins, það deildin hans pappa. Sigga Löfi, þetta það sem flokkurinn sem þú ert að skrifa núna, þetta heitir neftóbak og þú verður að vera meðan bæði á eyðamarkaðnum og barramarkaðnum. Það þar alltaf, það alveg sama hvað ég með að flottum bókum eða það einhvers lítur svona út, en þá betri ef hún með mynd af einhverju eldgömlu fólki frá því gamla daga, þá koma allir allir skógerðisættarmennir og hvað þetta? Þetta það sem selst, ég að segja. Og alltaf því ég fyrir á bókamarkað þá hitti ég Bjarna Harðarsson og við kvörtum yfir því að vanti sérstakann hillipláss fyrir neftóbak vegna þess að þetta er sér íslensk útgáfutegund. Sagnaþættir og ýmis fróðleikur sem einmitt alveg að týnast. En þetta endurprentun og frásögn sem var í Múlaþingi og mér skilst að þetta hafi eiginlega verið eitthvað sem að leiðsögumenn pöntuðu að fá þessa frásögn. Þetta búskaparsaga Víðidals í Lónsöræfum heitir Mér þýðir ekki að kvíða eftir Sigurð Kristinsson sem var bróðir hans Jóns á Keldhólum. Allir vita hver það en þannig að þetta er bróðir hans sem skrifar þarna búskaparsögu vegna þess að það er svo mikið gengið á þessum slóðum núna að allir sem ganga öræfin þeir fara þarna framhjá. Svo ein bók sem var alveg óvart. Ég var norður í Hrútafirði á námskeiði og var eitthvað að þýða bók eftir Jane Austen og eitthvað. Þá var það líka Karl Ágúst að kenna og ég vissi að hann var búinn að vera að taka saman minningabrot. Hann fékk heilaæxli og þegar hann var að fá minni tilbaka þá skrifaði hann minningarnar niður. En ekkert endilega í réttri röð og ég hélt að þetta hefði átt að koma út bara árið áður. Og þá bara fer hann að bera sig upp við mig að hann sé bara ekki komið útgefanda. Ég náttúrulega bara sendi þetta beina leið á fjármálastjóran og svo bók sem sagt, að því að það er svo skemmtilegt með þá þessa þrjá, Þór og Kalli og pabbi, þeir eru allir bara með einn gír.
brjálæðislega mikið fullaferð áfram. Þannig að það var bara okkur, jú, gerum þetta bara líka fyrir jólin. Þannig að þetta 10 ára afmælis ár bókstafs bara er að verða hér gróskumesta bara frá upphafi liggur við. Og þar að auki þá vorum við að endurprenta hamingjugildruna sem kom út í fyrra og það getur verið, ef ég nenni því, við ætlum að vera með okkar eigin svona húslestur á bókakaffið 14. desember. Þetta er svona þegar allir verða þreyttir eftir barramarkaðin að koma og fá að láta lesa fyrir sig. Það er líka 250 ára ártíð Jane Austen sem ég var einmitt að þýða nóvelu eftir þarna fyrir norðan. Þannig að það er séns að hún komi út í rafbók ef ég nenni því. Ég er ekki alveg búin að ákveða. Hún heitir, á frummálinu heitir hún Lady Susan. Þetta er sem sagt svona, þetta er stutt skáldsaga sem hún skrifaði að þegar hún var ung, en hún kom ekki út fyrir eftir dauða hennar. Og þetta er svo skemmtileg saga, hún er skrifið öll í bréfaformi, svona milli persóna. Og þessi lafði Súsanna sem hún svo náttúrulega þýddi hana og ég náttúrulega þýði staðanöfn og nöfn alveg eins og fólk gerði í gamla daga. Það er svona leifar að því ég er búin að vera að þýða henni í grænum því fólk gerði það alltaf. Og hún er algjör. Hún er, þessi lafði Súsanna, hún er rosaleg sko, hún bara veður og notar fólk eins og henni sýnist og svo kemur alltaf svona hún skrifar það sem hún vill að sé sagt við þá sem hún vill koma sér vel við og svo skrifar hún vinkonu sinni sannleikan, hvað hún er að hugsa í alvörunni, þetta er hræðilega skemmtilegt. En já, þannig að það er að frétta af honum bókstaf, 10 ára, takk fyrir. Já, það er stórt ári á bókstaf, sko. Og náttúrulega, ég var búin að mastaf ampa þessari hérna líka sem kom út á síðast ári, náttúrulega. Bókinni í fyrstnæsti skarpiðinni okkar. Áður en við ljúkum þessu hérna, að þá langum við til að geta 2 annara bóka sem að höfundarnir eru ekki hérna hjá okkur núna. Hann Helgi Hallgrímsson, hann nú kannski löglega afsakaður að koma ekki á svona upplestara samkomur. En það náttúrulega bættist við eitt stórvirkið hér í hans bókaflóru og það er Foldarskart sem er þetta mikla rit blómplöntur á Íslandi og ég finnst einlega ég verði að grípa samt hérna aðeins niður í innganginn því að hann segir í rauninni svo margt Helga líka bara. Allt frá barnæsku hreifst ég á plöntum. Móðir mín þekkti nokkrar blómjurtir og gat leiðbeint mér fyrstu skrefin, en ættfólk hennar var áhugasamt garðyrkju og skógrækt. Þáttaskil urðu þegar ég komst yfir Flóru Íslands eftir Stefán Stefánsson, fyrsta útgáfa 1901, þegar ég var í barnaskóla í Fljótsdal. Sú bók var mér himnasending og hefur ekki skilið mig síðan. Þar fékk ég að kynnast skyldleika plantna og gat brátt farið að heimfæra þær til ættar og kvíslar. Þá fór ég líka að safna þeim, pressa og líma á arkir eins og kennt í bókinni, einnig að skrásetja löngun og blómgun. Á unglingsárum átti ég orðið allt gott, háplöntu safn. Í Eiðaskóla naut ég kynnslu Þórarins skólastjóra í grasafræði og kennslubókin var Plönturnar eftir Stefán Stefánsson. Þórarni tókst að gæða hana lífi og lét okkur gera vinnubækur með teikningum. Í menntaskólanum á Akureyri hafði ég Steindór Steindórsson sem kennara og náði að kynnast honum. Þar komst ég í kynni við smásjána, sem varð mér ný opinberun. Þá beindist hugurinn og áhuginn að smærri plöntum, mosum og þörungum sem ég fór að skoða og reyna að nafngreina. Þessir plöntuflokkar áttu hug minn næstu árin, en háplöntur biðu síns vitjunartíma. Þannig að Foldarskartið, það er komið hér og ágætlega þykk bók eins og Helga er von að vísa. Önnur bók sem ég ætla að segja frá líka að það er hér enn bókin eftir hann Svein Snorra Sveinsson sem er náttúrulega borinn og barnfæddur Egilsstaðabúði og afkastamikill sem rithöfundur
og skrifa bæði ljóð og prósa og fyrsta ljóðabókin kom nú út 1991. Það nokkur ár síðan að kom út bók síðast, en þetta, það er að segja, alls ekki 3 eða 4 ár, það var hérna með okkur í lestinni á ég man rétt. En þessi bók sem sagt telst vera 16. bók höfundar, heitir Minningablómið fölnar og svolítið sérstök bók en mjög áhugaverð að lesa hana og ég hvet menn til að lesa hana því að hún svona skiptist á milli tveggja vídda eða tveggja hnatta eiginlega því að þetta bæði svona frekar berskjölduð sönn skáld ævisaga svona drengnum sem að alast upp í þorpi út á landi. Egilsstaðir heita hér Hamrar í þessari bók og drengurinn aðalpersónan hann Simmi. En síðan förum við líka yfir í aðra vídd, þannig að þetta eiginlega svona vísindaskáldsaga í aðra röndina og kemur samt sem áður mjög vel og skemmtilega saman, allt saman. Ég ætla að grípa örlítið hérna niður í minninga svona sem byggir svolítið á því sem að höfundurinn hefur nú kynnst í sinni æsku á Egilsstöðum í þorpinu og það eru náttúrulega svona þessi hverfastríð sem að menn þekkja svolítið á milli. Síðasta orusta þorpara og hæðara stríðsins háð í grúsinni á bakvið heimili Steina. Margir þorparar úr nýrri hverfum bæjarins hafa gengið til liðs við hæðarana og eru allir svikara djöflar. Vegna þess telja herirnir 2 þó nokkurt fjölda af bardagaglöðum stríðsmönnum. Hæðararnir koma þorpurunum óvart og beita herbræði sem ekki hefur verið notað áður. Þeir stilla stelpunum upp fyrir aftan víglínuna og þegar þorpararnir ráðast fram til atlögu mætir þeim regn af drullukúlum frá stelpunum. Úr verður orusta sem stendur ekki lengi yfir því það fer að rigna og grúsin breytist í drullusvað. Stríðandi fylkingar mæla sér mót eftir drekkutíman en þá á stríðið að halda áfram. Af einhverjum orsökum blandast lögreglan í málið og stríðið endanlega stöðvað þennan sama dag. Eftir lifir minningin í huga Simma sannkallað ævintýri í smábænum sem hefur verið vettvangur svo margra misalvarlegra átaka síðan þá. Þannig að minningablómið fölnar Sveins Snorra. Það eru auðvitað að telja upp fleiri bækur sem að tengjast Austurlandi. Ragnar Ingi Aðalsteinsson, hann náttúrulega alltaf með allavega eina bók á ári og nú það Limruveislan sem svona eitthvað samtíningur af limrum. Ekki bara eftir hann, heldur eftir fleiri líka. Við viljum alltaf fyrir austan aðeins eiga í honum Degi Hjartarsyni, hann fæddur á Fáskursfirði og ólst nú eitthvað þar upp og hann með skáldsögu Frumbyrjur sem að fá rífandi gang núna í bókavertíðinni. Svo lofaði ég honum Gunnari Gunnarsinni blaðamanni að ég skildi nú ekki gleyma að minnast á hann Víði Sigurðsson sem líka neðan af Fjörðum og gefur út íslenska knattspyrnu á hverju ári. Það sem vel farið yfir tölfræðina í knattspyrnu sumarsins. Og Guðjón Ingi Eiríksson auðvitað annar fjarðabúi Vestfirðingur sem rekur bókaútgáfuna Hólar og tekur saman mikið magn og ég held að séu allavega hann einar 2 eða 3 af bókunum sem eru að koma út í Hólu núna sem bara samantekt hans og einu þeirra til dæmis gamansögur úr íslenska skólakerfinu sem heitir Segir mamma þín það? En ég held að við látum staðan umið hér í dag. Þetta orðin ágætt seta og komið tíminn til að fara að fá sér kaffi. Það að segja, náttúrulega að kaupa bækur hérna af höfundum. Þær eru hérna frammi og höfundar örugglega tilbúnir að árita. En ég held að við höfum öll átt góða stund hér í dag og fyrir þá sem ekki komust og þá mun þetta streymi líka lifa áfram á netinu. Þannig þið getið bett fólki á það. Kæra þakki fyrir komin og góða ferð heim.